Nú runnu ný tímamót og það eru nefnilega sko mjög merkilegir og flóknir hlutir sem að gerast. Ég veit að ég að tala hlutir sem þið þekkið mæta vel, ég ætla samt að þess að reyna að reifa það. Gamla ástæðið, alveg fram á síðaröldu 20. aldar, var þannig að fjölmiðlar voru í stórum dráttum bundnir við þjóðríki. Ef menn vildu reyna að kássast upp á annarra manna júsur, reyna að fara að senda til dæmis útvarpa segjum hérna Voice of America til dæmis. Það var alltaf að útvarpa til Austatjálslandan hér og ykkur meðri síðustu öld. Hver voru viðbrögð Sovjetvalda? Jú, þeir sendu út truflanir á sömu bylgjum. Og þannig gátt þeir með tiltölulega mjög effektífum hætti komið í veg fyrir að boðskapur utan úr heimi bærist inn í þeirra lokaða rými. Með tilkomu gervihnatta þetta ekki bara erfiðara, það næstum því vonlaust. Það næstum því vonlaust nema á stuttum tíma á mjög litlu plássi. Ég ætla kannski að nefna eftir eitt dæmi sem ég hef hér komast á snoður akkurat þetta atriði. Það sem hefur bæst, við erum ennþá með þessa þjóðlegu, þjóðræknu, næstum að segja, fjölmiðla. Við erum með Morgunblaðið, Ríkisútvarpið, Fréttablaðið, nýja miðla eins og Fréttatíman. Við erum með það, en við erum líka með miðla sem íslensk stjórnvöld hafa ekkert að segja íslensk fjölmiðlalög hafa ekkert að segja sem við getum öll náð til okkar að vilja. Og þar á ég að sjálfsögðu við, þetta sem ég kalla hérna, miðstýrða ofurfjölmiðla. Þessir ofurfjölmiðlar, þeir eru sendir heiminn með atbeina gervitungla. Þeir eru studdir óheimi fjármagni, annarkvæmt vegna þess að eigandinn veit bókstaflega ekki auðra sinna tal, bara, sko það engin endir á hans auði, eða þeir hafa verið reknir með snjöllum hætti og bara standa bara undir sér. Eins og ég hygga mig, ég segja miðlar eins og til dæmis CNN. Þessir miðlar eru utan pólitískrar lögsögu hvers lands, þeir eru utan pólitískrar lögsögu bara heilu heimshlutana. Eigendur þeirra geta farið sínu fram. Þeir hafa nú oft og einat rænu á að fara svolítið gætilega vegna þess að þeir vilja gjarna halda hliðinni sem flest, þeir vilja bara fyrst og fremst bara greiða peninga, ekki þó eingöngu. En ef þeir vilja gera eitthvað annað, þá gera þeir það án þess að spyrja kongað flest. Íslensk stjórnvöld ráða engum það hvað kemur Ísland á CNN eða BBC World eða Al Jazeera. Þetta svona kannski milli 5 og 10 svona heimsmiðla. Þetta semst annar jaðarinn. Hinn jaðarinn það sem ég kalla hérna örmiðlana. Þeir eru alveg öfugt við miðstýrðumiðlana. Þeir eru gjörsamlega dreifstýrðir. Þeir eru í höndunum á bara hinnum breiða fjölda, bara hvers sem er. Ég finnst þessi margir hérna inni sem var reka þannig fjölmiðir. Sinn eigin fjölmiðir. En vegna þess að þetta eru fátæklingar sem gera þetta, þá eru þeir veikburða. Þeir hafa enga burði til þess að safna eigin upplýsingum. Þeir hafa enga burði til þess að gera út mann til þess að athuga frá fyrstu hendi hvað gerist í Damaskus eða Kaíró eða Suður-Ameríka, Venezuela, hvað sem er. Þeir hafa enga burði til það. Þeir verða að bara snapa upp eftir öðrum og náttúrulega niðurstaðan verður sko meira og minna þeir eru bara að tjá sína eigin skoðanir. Ef þeir eru góðir, ef þeir eru verulega góðir, þá ná þeir til fjöldans og fjöldinn þannig að hann stækkar sko í veldihlutfalli. Ef að mér líkar eitthvað sem ég sé á vefsíðu og sendi út á einhvern hóp sem er tengdur mér á einhverjum af þessum samskiptasíðum, hverju nafnum sem nefnast, svo hugsaum okkur bara ég sé með svona 25 manna hóp sem að ég er í sambandi við, ég smetla á, þetta góður pistill, smetla að senda, 25 manns, og af þessu 25 eru kannski 15 sem lesa, og af þessu 15 sem lesa eru kannski 5 sem senda áfram, hvernig séu á 25, 5 sinnum 25, 5 sinnum 25, og þannig áfram. Við sjáum það, sko, við erum að tala veldisstærðir.
En það auðvitað því aðeins það sé eitthvað verulega ákvæðlegt, annars næði þetta ekki útbreiðslu. En kjarni málsins þessi, að þessir örmiðlar, þeir eru líka með milljóna notendahóp því að skipta. Og hvorir tveggja sameinast í því að þeir eru lausir undan þjóðlegu valdi þó að það sé á svolítið ólíkum forsendum. Stóru fjölmiðlarnir eru lausir undan þjóðríkinu vegna þess að þeir eru bara sterkari í þessum efnum, bara sterkari, þeir fara sínu fram. Þeir eru nógan penning, þeir hafa skipulagi, þeir eru með dýrtæki, þeir eru með stöðvar út allan heim, gera það sem síðust. Og við talum af því og þau eru ekkert að hugsa næstu kosningar eftir þess. Í örmiðlunum þessu öðruvísi farið. Þar ábyrgðin, eða við skulum segja ábyrgðarleysið, byggt á því að ég þarf ekki að spyrja neitt nema sjálfan mig. Þetta getur maður lent í því, lent í lögreglunni ef maður gerir einhvern verulegan óskunda. En annar bara fyrst og næst í því að segja fréttir á þess að sneiðir hjá miðlarlöggjöf þess að það. Og kannski landráða ákvæðin stjórnarskrárinnar þess að þá getur maður farið alveg sínu fram og maður ekki í neinum hópi, ég er ekki í neinum félagi, ég er bara ég sjálfur og þess vegna vill brenna við á þessum einstaklings eða fámennissíðum að þá veður upp óskaplega óábyrg umræða og verður á köflum náttúrulega mjög leiðigjörnum þess að það er svo þreytandi að fá texta frá fólki sem nefnir ekki að hugsa hlutina til enda. En ég er sjálfsögð ekki að alhæfa, ég er bara að segja að þetta er það sem gerist. Sjálfsögð að þeir sem að vanda sig verulega vel við vefsíðugerð geta náð alveg feikjulegum árangri og já, bara hreinlega og fengið vegsemd og virðingu. Bara einn vandi, eins og allir vita sem hefur reynt að gera þetta, það skilar engum pening. Maður þarf að vera vel giftur. Þá gengur þetta. Ef maður það ekki, þá er maður í vandræðum. Það þarf að vera einhver heimilur sem skaffar vel, ef maður ætlar að einbeita sér á svona hlutum. En þá getur maður komið spísna langt. Og þetta er samt það sem ég vil ekki áherslu á, sem ég veit að öllum ljóst, þetta er allt í kringum okkur, en þetta gerist svo hratt að maður ætti stundu kannski að staldra við að reyna að skilgreina fyrir sig hvað er þetta. Fyrir bara þegar við vorum, þegar ég var komin á miðjan og yfir miðjan aldur, þá var í rauninni ein tegund af fjölmiðlum til og þá var þessi fjölmiðlum sem fallið stóra dráttum undir fjölmiðla í böndum þjóðríkisins. Núna þegar ég bara ekkert neitt eldri en ég var, stend ég frammi fyrir þremur tegundum fjölmiðla sem eru á vissanátt eðlisólíkir. Ofurmiðlarnir, þjóðlegu miðlarnir og örmiðlarnir sem lúta dálítið öðrum lögmálum og hafa allt annað hlutverk í þjóðfélaginu heldur en fjölmiðlarnir gerðu hér áður fyrr. Ábyrgð þessara nýju miðla, ofurmiðlana og örmiðlana er óljós, segi ég. Og það er að taka dýpri árinu segja þeir gangist ekki við neitt með ábyrgð. Mjög margir þeirra gangast ekki við með ábyrgð. Ef við verðum eitthvað efastu það hvað vaki fyrir fólki sem á fjölmiðlum, þá getum við vitnað hér í Bífurbrúk Lávarð. Það var Kanadamaður sem fluttist til Bretlands og gerðist umsvöðum mikið í blaðaheiminum og hann orðaði þetta þannig í samtali við opinbera breska nefnd, Royal Commission on the Press, heldur nú eitthvað, og hann segir bara til hvað sem ég var að gefa blað. Ég gefa blað vegna sem ég verið að hafa áhrif. Ég vil hafa vald. Það var ekki að flóknara. Hann var einhver á árunum milli 1930 og 40, þá var hann einn harðasti stuðningsmaður Hitlers í breskum fjölmiðlum og þess sást greinilega staður í blöðum hans. Og sér gerðist hann, hvað var hann ekki hér, birgðamála, ráðherra sem annaðist hergagnaframleiðsluna hjá Churchill, ekki? Þannig að hann gerði sér gagn líka.
Haustið 2008 og misserum þar á undan var Morgunblaðið í eigu þeirra feðga, eða kannski aðalega Björgólfs Jónssonar. Fréttablaðið var í eigu Bónus Jónssonar, í Bónus og hans fólks, og þeir bræður, Lýður og Ágúst, þeir keyptu Viðskiptablaðið á árinu 2006 myndi mér segja. Og hér er partur úr ræðu stjórnarformanns ex-systu á því hér dásamlega ári 2007, þar sem hann er að útskýra hvað þetta gekk allt saman vel hjá okkur. Ex-systa gekk með miklum glæsibrag á þessu ári, árinu þarna á undan, og hann tíundaði það allt saman. Þessi eign okkar gengur skínandi vel, þessi gengur skínandi vel, þessi gengur skínandi vel. Auðvitað var ekki það eitt fyrir okkur að græða peninga. En ég skal játa það að við höfum gert ein kaup á síðasta ári sem er ekki beinlínis til þess að græða þessa mesta peninga. Við ætlum ekki að tapa þessu, það er alls ekki minni. En ef við verðum bara að hugsa gróðan, þá hefðum við kannski nota peningin í eitthvað annað en að kaupa Viðskiptablaðið. Sem sagt, það vakir eitthvað meira fyrir okkur en bara að græða pening með því að kaupa Viðskiptablaðið. Útskýringin kemur þarna, fjölmiðlar landsins eru bara í höndunum á fáum aðilum og það gengur ekki. Við þurfum að dreifa eignarhaldinu. Og við getum náttúrulega haft hvert á síðu okkar skoðun á því hverju það breytti að dreifa eignarhaldinu sem þessu nafn. En það sem sagt, við lítum svo á að það sé bara skylda okkar að hafa allavega einhvern lítinn hlut af fjölmiðlana utan þessara tveggja blokka. Þannig var það.